Já, sæl á ný. Það komin nýji gestir eins og ég sagði áðan og hér Lilja Alfreðsdóttir sem varaformaður Framsóknarflokksins og Árni Helgason, lögmaður og varaþingmaður og Ásgeir Brynjar Torfason, ritstjóri Vísbendingar og eflis með meiru. En við áðan rættum við ekkert njósnamálið og það allt saman, ef við ekki að byrja þar. Hvað þetta náttúrulega kom okkur öllum á óvart, eða ekki? Já og nei, óvart og ekki. Já. Jú, ég held að þetta auðvitað gengur ekki í réttaríki. Nei. Þetta ekki eins og við viljum að hlutinni séu og ég held að þetta sé alveg auðsótt að það þarf að skoða þetta vel. Já. Og ég verð nú bara að segja alveg svo að því ég sá Kveiksþáttinn að ég var mjög. Mér fannst þetta bara óþægilegt að horfa á þetta og mér fannst þetta, ég á nú ekki að vera að hlæja sem nú svona frekar léttur á kátur að þegar Villi Bjarnar sagði svo ég er bara svo hundleiðilegur, þeir fundu ekkert á mig. Þið vitið, en þetta er grafalvarlegt. Já, það var búið að koma fram að þeir höfðu verið að selja upplýsingar, þeir mistu vinnuna úr löggunni. Það sem er svolítið sérstakt við þetta sko er að maður í tekundi með Lilju þetta bregður öllum held ég við að sjá þetta og þetta er alveg rosalegt að horfa á þess að þætti og þessu umfjöllun en það sem að maður náttúrulega rifjast aðeins upp og er rifjað upp í þættinum er að þeir náttúrulega voru reknir frá sérstökum saksóknar á sínu tíma og höfðu þá verið uppvísir af því að selja upplýsingar eitthvað tengt Milestone og einhverju slíku og það þeir eru kærðir en það mál einhverjum vegna fær ekki frekar í framgang. Rannsókn málsins var fellt niður. Og það svona eftir á kannski verður svolítið ríkissaksóknari í raun og veru, ef ég skil það rétt sko. Og það kannski verður eftir á að hyggja svolítið svona áleitnari spurning sko, því að það kemur upp strax þá að þeir eru að miðla gögnum einhvern veginn óeðlilega, það einhver óskýr mörk þarna á milli, að það hef ekki farið einhvern veginn dýpra í þetta á þeim tíma sko. Það lítur ekki vel út í dag. Nei, ég sammála því báðu og það er eiginlega, mér finnst svolítið furðulegt hvað áherslan hefur verið á sko afsagnir sérstakssaksóknara, héraðssaksóknara núna og ríkissaksóknara meðan að þú veist, ég myndi reikna með málþingi á lögmannafélaginu því að það var nú lögmaður sem var á bakvið þetta að láta gera þetta og síðan eftirlit með lögreglunni að því að það var nú sko, þó að sé nefnd að þá sko svo auðvelt að skaða traust og þegar svona 12 ára mál kemur upp að þá bara myndi allt í einu eftir það kom upp mál með bláa einhvern fána sem að þeir voru með á borðunum sínum í jakkafaldinum lögreglumenn svona með sem sagt einhverja nasíska tilvísun og það mál var til dæmis ekki rannsakað að því hefði verið 10 ári í Skandinavíu, það hefði orðið stórmál í fjölmiðlum, úttekt á lögreglunni, könnun á öllum jökkum, hvað er þetta mikið, en við erum alltaf svo einhvern veginn svona slæta að þá bara kom einhver fulltrúi frá lögreglufélaginu eða lögreglunni og sagði við vissum ekki hvað þessi fáni þýddi og svo var ekkert meira gerst og bara þannig að sko þegar svona mál kemur líka að það er náttúrulega gott til að fá þetta upp á yfirborði en sko að þá heyrir maður lögreglustjórann að segja að það sé verið að búa til betra tölvukerfi núna þannig að sé ekki hægt að kópera úr því hefði það ekki átt að byrja fyrir 12 árum sko þú veist það er eins og við séum svolítið í einhverju sko fornir í tölvumálum og það sama kom fram í læknaverkfallinu og nýlega læknar eyða svo miklum tíma að fletta í einhverjum að því þeir eru á einhverju svona eldgömlu tölvukerfi og það bara við verðum að fara að taka okkur á í fagmennsku sama hvort það er í lögreglunni lækna heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu Þarna svona skýrt dæmi það sem við erum að ráðast inn fyrir friðhelgi mannsins og hans lífs sko. Þetta er eitt sko sem sagt bara hegðun og framkoma og það sem raun og þessir aðilar gera annar nú látin og kannski það að tala hans aðkomu á þessum tímapunkti en hinn ekki og og þetta og einn sem var í
umferðarlögreglunni Já, svo þeir hafa að ráða lögreglumenn sem náttúrulega grafalvarlegt mál líka. Bara, en þetta eitt sko, ég held að væri nú bara mjög gott einmitt og mér heyrist nú dómsmálaráðherra að vera að tala á þeim nótum að þetta veri skoðað bara vandlega. Ég held að veit ekkert af því. En svo kannski líka aðeins bara, maður heldur náttúrulega ekki alveg gleyma að það var ákveðið svona andrúmsloft ef maður fer kannski aðeins stærri myndina í kringum þetta allt saman, þessar miklu hleranir. Og þetta mikla kapp sem varð hér eftir hrunið eða svona kannski 2010, 11, 12 erum við mjög upptökin af þessu. Það átti að ná sakfellingum og það átti að ná þessum köppum sko. Var það ekki vegna þess að brotin voru alvarleg? Brotin voru hinn meintu brot og voru alvarleg og málið mjög alvarlegt sko. Verið dæmt, þú veit ekki haldaði fram að það var orðið til einhver svona galdrastemming og menn verið sakfelldir og ákærðir bara út af einhverju stemmingu í samfélaginu. Ég nú að segja sko auðvitað var efnahagshrunið risa viðburður og það hefur verið rannsakað gríðarlega. Stórfellt brot inn í þessum bönkum sem hafa dæmt fyrir. Fundust brot, já. Og ég held að enginn ætla að fara að verja það núna og haldaði fram að það hefur eitthvað galdrabrenn. En kannski einmitt akkurat í anda þessara spurningar. Þetta var andinn fannst með þá og það sem ég kannski segja í krafti þess var gengið mjög langt í þessum hlerunum. Og þessu eftirliti með mönnum. Og það var fyrir ekki bara svo ég fá að klára. Og þetta til dæmis svo mikið að það var verið að hlera svo mikið að það var ekki eins og þetta hlusta á þetta í rauntíma. Og ég fekk nú bara sjálfur sem lögmaður mál frá ungum manni sko, sem tengdist fjármálakerfi eða neins konar brotastarf sem ekki neitt sko. En hann hafði fyrir misgáning sem dæmi sko, það númer hans verið vitlaust skráðinn í einhvern gagnagrunn, það hafði komið í ljós að búið hlusta á hann í marga mánuði, bara að tala um íþróttir og eitthvað hvað það var, en það kemur ekki í ljós fyrir löngu síðar, því að það var einhvern veginn verið að hlera á svo marga og þessu var einhvern veginn þetta var farið í þetta eftir á að yfirfara það sko. En það auðvitað þannig að fjármálahrunið verður í raun og veru sko þess valdandi að það glatast ákveðið traust sem að við höfðum svolítið sko búið mjög vel við alveg frá svona lýðveldisstofnun og þetta var auðvitað þannig að ég held að sko flestir hafi upphaflega ekki áttað sig á því að sko bara efnahagslegt fullveldi okkar það var raunverulega undir vegna sko brjálaðrar skuldsetningar sem reyndist ekki vera sjálfbær og þetta var auðvitað svo ég segi sko þetta var auðvitað óboðslega, ég var í Seðlabankanum á þessum tíma og þetta var mjög erfitt tímabil, bæði aðdragandi hrunsins og svo eftirmáli hrunsins, það er bara þannig og ég held að þetta sé svona svo maður verum ég held að þetta hafi jafnvel sko haft meiri mótandi áhrif á mig en ráðherra og ríkisstjórn að setja í þrígang vegna þess að mér leið bara þannig að við værum sko að þetta bara svolítið svona efnahagsleg geta okkar og sjálfstæði væri nánast það lá undir. Við heyrist þess að vera að reyna að beina umræðin í það að raunverulega sé glæpurinn hjá þeim sem stóðu að rannsóknum þessara mála. Þau eigi að segja af sér. Ekki þeir sem stálu gögnunum, það er einhver fókus sem farið þangað. Ekki þeim sem þeir eru að selja gögnunum sem eru mikið til hrunverjar sem eru að í einhverjum erjum sín á milli. Og hort fram hjá því að sko hruni varð að hluta til bankarhruni hérna í Íslandi var að þess að bankarnir voru að lána einhverjum stundum bara ímynduðum félögum til þess að kaupa hlutafé til þess að halda upp í verðinu algjörlega glórulaus glæpastarfsemi. Og ef ég má bæta inn í bara fyrir sögulega samhengið að síðan þegar Ben Benediktsson kemst til valda þá er skorið niður fjárframlögin til sérstakssaksóknara mjög mikið og það eru felldar niður mjög stóra rannsóknir því ég var nú sértilkvæddur meðdómandi og líka dómkvæddur matsmaður í nokkrum af þessum málum og það er mjög merkilegt í sjálfu sér þegar maður skoðar þetta hrun núna í smá fjarlægð og fær svona áminningu úr þegar svona mál komu upp að það var til dæmis ekki ákært fyrir eitt einasta bókhaldsbrot og allir sérfræðingar erlendi sem ég tala með þetta og þeir sem fylgdust með bönkunum hér eru alveg furðulosnir yfir því og þá þarf maður að fara að skoða mál sem voru settluð með dómsátt, það kom 1,5 milljarður frá Pricewaterhouse í London til að... Þetta meina að einkaaðilar hafi ekki
farið í slík mál. Nei, og sérstaklega. Ég er að segja, á einhvern dæmi endurskoðendur fengu dóma líka. Já, ég held að við mögum samt ekki, þetta var það sem var að gerast hér, var auðvitað að gerast í bankakerfi allstaðar á Vesturlundum. Einhvers staðar lærðu af þessum skala. Hvaða banki í útlöndum var að lána fé til þess að kaupa hlutabréf í sjálfum sér? Það sem ég ætlaði að segja. Þetta sé bara sér íslensk heimska, sko. Ég ætla nú ekki að fara að nefna einhverja banka eða svoleiðis, en einhvers staðar lærðu menn þessi vinnubrögð. Og þú varst nú að vinna, ef ég man rétt. Í banka? Nei, þú varst í útrásinni líka og þekkir alveg til, myndi ég halda. Nei, ég þekki ekki til neins af þessu bönkum. Ég tók þátt í að búa til blað í Danmark, að vísa í það. Já, ég er ná að vísa í það. Hvernig tengist ég þessu málu þá? Ég er ekki í rannsóknarskýrslunni, ég er í engum af þessum málum sem eru að vitna til hérna. Hvernig dettur ég að vera að tengja með þessa menn? Það sem ég vildi sagt hafa er að það var mikil útrás á þessum tíma. Það voru margir sem voru að fjárfesta erlendis og ég var að vitna til þess. Ég er ekki að tengja þig við. Ég var ekki að fjárfesta neitt. Ég er ekki kapitalisti sem á eitthvað. Ég vann hjá fyrirtæki sem var í eigu þess aðila eins og margir. Já, það sem ég er að gera hér núna, ef þú kannski leyfir mér að klára. Það sem við erum að rýna, Gunnar Smári, við erum að rýna ákveðið samfélag sem var á sínum... Með því að tengja við þessum glæpum? Nei, ég er ekki að tengja þig við þessu, þú ert að sjálfur að tengja þig við þessu. Þú sagðir að ég hefði tengt þessu. Ég var að segja að þú hefði verið í ákveðnu útrás, er það ekki rétt hjá mér? Ég vann hjá fyrirtæki sem var í Danmark. Það sem ég er að segja er að það var hér, menn fóru í mikla útrás, bankanir gerðu það var ákveðið gírun í gangi allstaðar, ekki bara hér, heldur allstaðar. Nú var ég aðeins að fá, ég vann hjá amerískum fjárfestingarsjóði í Skandinavíu á þessum tíma og ég þurfti á fundum með fjárfestum, þar sem ég var íslenskur, að segja við þá mjög skýrt í byrjun fundar að það væru engir íslenski fjárfestar í mínum sjóði og þar með róuðust þeir og voru til í fasteigna viðskipti við mig og minn sjóð af því að það vissu allir á skandinavíska markaðinum að Íslendingarnir voru að kaupa allt og drasl og hús út í skógi á 20, 30, 40% yfirverði og Daninni sem seldu þessum félögum til dæmis eignir fóru í heimsreis í 3 ára skútunni sem þeim keyptu fyrir söluna sem var á 20% yfirverði, komu svo 3 ára seinna og keyptu öll húsin tilbaka á uppboðum, það voru haldin uppboð í bíósölum og þeir keyptu þær á svona 60% af virðinu. Þannig að þeir hlógu að Íslendingum og þess vegna er svo óþolandi að heyra hér alltaf endurtekið að þetta hefði nú verið í gangi annars þar. Auðvitað var bankarhrun, það fóru hér bankar á hausinn í Bretlandi og Bandaríkjunum í apríl 2008 sem kom Íslendingum á óvart eftir að Lehman var farin á hausinn í september 2008 og Íslendingar héldu alveg út allan september og Seðlabanki þar með líka í einhverju snildar fléttu að taka yfir 75% hlutabréf sem byrjaði dómir á við og ég horfði á þetta frá útlöndum og það er bara móðgun við heilbrigða skynsemi að reyna að halda áfram með einhverja sögu sem þessir ríkumenn sem áttu þessa banka fóru í því með því að setja 100 milljónir í fjölmiðla til að búa til einhverja narratífu til að bjarga sínu mannorð að einhverju leyti eða koma inn hjá þjóðin einhverju sögu sem er bull saga og þú getur ekki reynt að segja neinum útlendingi þessa sögu því að Ísland lítur út, ég held að sé ekki ennþá komin almennileg bein erlend fjárfesting til Íslands að því að orðsporið er ennþá skað. Það eru tilbúinir að koma inn einhverjir svona kúrekar eins og norskir milljarðamæringar og lagseldi sem fá hér frían aðgang af fjörðum til að fylla á skít og afslátt á öllum reglugerðum og einhverjir svona fyrrum sjóðir fyrrum íslenskra útrásarvíkinga sem koma hér sem erlendir fjárfestar í svona dullargerfi. Aðrir bara með því að horfa á Ísland og nota Google Translate og fréttir frá Íslandi áfram þeir bara snerta ekki með tungum Það má kannski aðeins ég veit ekki hvort við ætlum að leggja alveg hrunið og skurða kannski ef ég má aðeins bara tengja aftur inn í umræðinu sem við vorum í það upplifði kannski margir hrunið bara með ákveðnum fólk hafði svona sína upplifun af þessu öllu
Það sem ég fannst auðvitað eftirminnilegt það að því að tala þetta hafi verið allt mjög heimskulegt og verið mjög mikið gagnrýnt fyrir. Það var allavega ekki mín upplifun og þetta ekki heima. Það var einmitt þannig að það var mikið verið að hampa þeim sem að voru kannski hvað djarfastir í sókninni. Og þetta var í raun og veru alveg merkilega nálægt þessum viðburðum er svona, þið veitir hvernig þetta svona tíðarandinn og narratífan hverju sinni. Hún er mjög hliðholl fjármálakerfinu, hún var mjög hliðholl þeim sem höfðu verið í útrás, hún var mjög hliðholl þessum aðilum, hvernig svo nákvæmlega skilgreinu þá. Við höfum stjórnvöld þar sem að meðal annars forsætisráðherra sagðist tala við Björgólf Thor í hvert skipti sem hann kemur til landsins. Ef þú ætlar að fara að tala um einhver fjölmiðla fára eitthvað þá voru stjórnvöld sem að þjónuðu þessum aðilum fullkomlega. Þessir aðilar sátu í nefndum Framsóknarflokksins hvernig þetta búa til íslenskt fjármálakerfi, breyta því í fjármálamiðstöð í heiminum. Þetta voru fyrst og fremst stjórnvöld sem kerði þetta áfram. Það voru stjórnvöld sem seldu bankan. Ég ætla kannski bara að fá að klára þessa pælingu. Það alveg, ég meina, stjórnvöld voru sannarlega einhvern veginn á þessari blaðsíðu líka. Þetta er ekki almenningur í einhverju stemmingu, Nei, ég held nú að almenningur hafi verið mjög hrifinn af þessu á þessum árum 2005, 6, 7. Það er vegna þess að stjórnvöld þrýstu sig gegn. Það var mikil, það gekk vel í þjóðfélaginu, það var mikil kaupmáttaraukning og það var mikil stemning. Bóla. Já, og og þess vegna er ég kannski að segja að þegar hrunið kemur hér, og nú aftur er ég bara að lýsa því hvernig ég sé þetta, að þá var þetta fyrir mörgum líka dálítið högg. Það er tekin ákveðin heimsmynd og ákveðin sín sem við höfðum og hann er eiginlega bara snúið við á bara nánast eins og tunnu á ekki löngum tíma. Og þaðan kannski kemur líka svolítið þessi stemning sem ég var að tala um og kannast nú ekki að tala um kaldara brennur en það varð mikil reiði meðal þjóðarinnar og fólk kannski upplifir svolítið eins og það hefði verið, það hefði verið blekkt það var svikið, haft að fíbla einhvern veginn og þaðan kemur auðvitað svona þessi krafa að það verði mikið uppgjör hér. Og það var út af fyrir sig allt einhver leiti eðlilegt en ég bara segja við erum svolítið svona stundu þannig að við sveiflumst langt í eina áttina og svo langt í hinna og þetta er krafa og ég er ekki miskilja mig, ég er ekki að segja mörg af þessum málum áttu rétt á sér og það eru dómar í þeim og svo framvegis sumt var sérstakt og sumt er kannski sérstakt eftir á en það reynir auðvitað svolítið á að því við erum að tala um svona réttaríkið og reglur og hvernig málsmeðferð það reynir auðvitað einmitt á það þegar að það er svona ákveðið andrúmsloft í þjóðfélaginu og ég ætla bara að segja að það var mikil reiði og mér finnst ástæðan fyrir ég var að tengja bara við þessa stemningu, ég held að það hafi þýtt að það var mikið verið að rannsaka þessi mál, hlera og beita svona ýmsum aðferðum og það er kannski eitthvað sem við þurfum að skoða líka. Það sem ég langaði kannski aðeins að koma inn og Ásgeir var að segja og við vorum að ræða aðdraganda hrunsins og hvað gerist hér. Það sem ég er að segja er að einhvers staðar voru þessi vinnubrögð líka iðkuð annar staðar. Það er að segja eins og hjá bönkum eins og Deutsche. Ég meina Burns Stearns fer á hliðina löngu áður. Lehman, ég meina þetta var náttúrulega bara, þetta var svakalegt hvernig bandaríska fjármálakerfið var byggt upp. Ég meina skortsölur byrja hér árið 2005. Ég man bara hvar ég var þegar norski olíusjóðurinn fer að skortselja á bankana og þetta verður eitthvað rosalega mikið mál. Þannig að það sem ég kannski líka segja og beð bara kannski um við þurfum að skoða þetta í þessu alþjóðlega samhengi að þetta bankakerfi, fjármálakerfi eftir að það var leyfður samruni viðskiptabankastarfsemi og fjármálabankastarfsemi þeir gíra sig allir alveg rosalega upp og eru að veita þjónustu sem íslensku bankanir nýttu sér svo sannarlega og tóku mjög langt eins og frægt er orðið án þess að hér væri gjaldeyrisforði eða sú uppbygging til þess að styðja við alla þessa skuldsetningu sem var út í hött. Það getur ekkert ríki verið með bankakerfi sem margfaldast sem það gerði frá 2004 til 2008
þarna var algjörlega verið að leika sér að eldinum og það munaði engu að ríkissjóður Íslands sogaðist niður með bönkunum og þetta var rosalega alvarlegt og ég vil bara alls ekki að það sé gefið hér til kynna að maður sé að verja það bankakerfi sem var hér. Ég meina, þó það var langur aðdragandi af þessu, sama hvað hver segir og það er alveg rétt og það er alveg rétt að yfirbragðið og hvernig stjórnvöld leyftu þessu upp á sínu tíma, það var ekki gott og ég vil bara ítreka það, Gunnar Smári, ég var ekki að segja að þú værir hefði verið að tekja þessu, ég bara segja að það var stemming, menn voru að fjárfesta, erlendis, kaupa, og ég gleymiði aldrei, þegar maður kom til Kaupmannahöfn og það var búið að kaupa maka sinn, ég veist að maður var bara og Illum líka þetta terrið ekki líka einmitt og ég ætlaði bara að taka undir sem Árni segir, auðvitað ég fjárfesta líka sem voru að endur spila fyrir mig röksemdirnar sem að þeim fannst íslensku bankanir góðir og góður fjárfestingarkostur af því að þeir væru sneggri en gömlu svifa sinu bankanir í Bretlandi og þeir væru með internetbankastarfsemi sem hinir væri ekki búin að opna. Þannig að auðvitað voru svona fjárfesta til og Deutsche Bank eitt stærsti taparinn á íslenska hruninu sem að enginn hefur nú farið í rannsóknir á en þeir sem að báru kostnaðinn af hruninu á Íslandi voru ekki Íslendingar, það voru erlendir fjárfestar að mestu. Íslendingar gerðu það líka Ásgeir. Þetta var rosalega takk fyrir öll heimilin og fyrir en síðan voru aðrir sem eldri sérstaklega fjárfestar sem sögðu við mig og líka eftir á því ég fór í doktorsnámi og var að tala við bankamenn, 60 bankamenn á Norðurlöndunum sem að þá hitti ég menn sem voru að stæra sig af því að þeir hefðu dregið í bremsun og hætt að lána íslensku bankunum 2004, 2005, 2006 en Deutsche héldi áfram og aðrir bankar lengri í burtu en svona eldri reyndu fjárfestarnir úr fasteignabransanum sem ég var að vinna með þeir voru að spyrja mig hvaðan kemur öllur þessi pening og hvernig getur þið orðið svo stórir þeir voru hann að auglýsa í Financial Times heilsíðu og ég sagði alltaf bara ég held að komið frá Luxemburg ég vissi þá ekki að þeir voru bara að lána hver öðrum en þetta var andrúmsloftið réttilega en Íslendingarnir fóru hraðar og hærra og gýruðu sig meira en aðrir og sveigðu reglunar meira og gleymdu að innleiða sumar Evrópureglugerðir eða þýddu það ranglega. Þannig að það er ástæðan. Það er líka orðað hann eins og Deutsche er náttúrulega risastór stofnun og það er kannski 50% er alveg í örugum fjárfestingum til lengri tíma með lágum vöxtum og svo er þetta eitthvað svona lög, svo 3% sem liggja ofan á sem er svona áhættu fjárfestingar sem að annars bökkuð upp mikið íslensku fyrirtækjum og var stórkostlegt tap fyrir Deutsche Bank, ég held að hann riðaði til falls meðal annars út á íslensku fjárfestingum. Íslensku bankarnir, þeir ákveða að vera bara í þessu 3%, taka mjög dýr lán til sín og þannig að þau urðu að lána út á háum vöxtum sem er mest áhættan, þannig að þegar það er hóstað á alþjóðlega fjármálakerfið, þá bara þurrkast íslenska bankakerfið út, þess að þeir voru allir í þessu lagi og þetta var glóruleysi sem að var hérna, að menn töldu það í alvörunni þessum voru þeir að stæra sig á því að þeir græddu meir en aðrir með því að hanga bara á mestu áhættunni með dýrasta fjármagnið. Auðvitað hlaut þetta bara að hrynja. Þetta var líka við í heiminum, ég meina við munum nú það sem setti kannski á stað þessa heimskrísu þá voru nú undirmálslánin frægu í Bandaríkjunum það sem hafði einmitt verið lánað það sem eftir á að hyggja reyndist vera algjörlega glórulaus lán til fólk sem var aldrei að fara að standa sem var svo sem hér, það voru 100% lán til fólk sem að réð við lánin ef þau voru í japansku jenum en svo ef að gengið fjalla þá voru bara fólk orðið eignalaust þannig að við vorum líka með undirmálslán hér. Svo verða ákveðin straumkurv þegar matsfyrirtækin veita íslensku bönkunum hæðstu lánshæfiseinkunn og eigendur þeirra og þá rjúka út þessi skuldabréf sem voru kannski með að því að bankarnir voru með AAA og þannig gátu þeir náð sér í alveg gríðarlega mikla peninga frá 2006 til 2008 út af því og ein af ástæðunum sem var auðvitað ofboðslega sorglegt að Ríkissjóður Íslands, hann skuldaði mjög lítið og var með mjög góða lánshæfiseinkunn og bankarnir einhvern veginn sem maður skildi aldrei einhvern veginn fengu að njóta þess og þar verður
til alveg ofboðsleg gírun og mikil skuldsetning. Þið sjáið, ég meina við erum komin hér í þáttinn og við getum talað þetta, sko, eins og ég segi, ég var sko, og þetta er held ég, við sem vorum þarna í aðdragandanum og í þessu, að þetta hafði þetta bara alveg ofboðslega mikil áhrif og ég get alveg sagt ykkur það að þetta hefur haft áhrif á mig að mér finnst svo ég tengi það nú að mér finnst að það þarf þetta bara verulega að alltaf að huga að sjálfstæði þjóðarinnar. Ég meina þegar á reyndi, ég meina við fengum ekki lán hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum vegna þess að þeim var bara bæði hollendingar og Bretar bara komið hreinlega í veg fyrir það. Ég meina við fengum ekki afgreiðslu. Tengdu það Icesave-málinu? Já, tengdu Icesave-málinu sem nú enn eitt undrið í þessu öllu saman og ég held að þetta hafi verið mjög dýrmætt bara leksía fyrir hagstjórn á landinu hvað það er mikilvægt að ríkissjóður sé ekki mikið skuldsettur og að ríkissjóður líka og að það sé megi ekki vera með þessa óbúðslega miklu meðvirkni eins og var á þessum tíma. Það er bara þannig. En er það rétt sem Ásgeir Brynjar að segja að við höfum ekki náð okkur svona í trausti á alþjóðlegum vettvangi að svo erlenda fjárfesting sem við erum að tegja okkur eftir sem ég aldrei skil alveg með við erum að tegja okkur eftir því að þegar við eigum alveg hellingapeningum í lífeyrissjóðunum að láta eins og við séum einhver þróunarland sem þurfa að lokka hingað inn erlenda fjárfestingu að þeir sem að koma er þessi fjölskylda sem á Bakka og Húsavík og við munum nú þegar þessi sílikonumræða var, það var stór undarlegt fólk sem ætlaði að reisa út á Reykjanesi, þetta Suðurnesjum og líka í Hvalfirðinum. Er það þannig að erlendir fjárfestar, ef við erum að reyna að lokka á þenga, að þeir bara hafi ekki áhuga á Íslandi? Er það þannig? Þetta var Íslandingur sem reisti verksmiðjuna í Helguvík. Já, hann ætlaði að sækja peninga eitthvað til útlanda. Ég finnst þetta alveg áhugaverður punktur sem segir, sko, er það eitthvað stórkostlegt vandamál? Þurfum við miklu meira erlenda fjárfestingu? Ég er alveg stuðningsmaður erlendra fjárfestinga, mér finnst hún ekkert svona, mér finnst það ekkert vera það sem allt eigi að snúast en auðvitað hefur verið mikið erlenda fjárfestingu af og til heyrir maður nú alltaf fréttir af því sem betur fer og allt það og ég meina að sagan frá hruni sé þannig að hún hafi nálega vakið ákveðið traust en hitt í þessu, sko, ég held að stóra máli er reyndar í því af hverju er flókið að fjárfesta á Íslandi og erlendur aðili er miklu kannski meira það að Ísland er nú með sinn eigin gjaldmiðil, Ísland er lítið markaðsvæði, það útheimtir oft mikla fyrir þessi stóru fyrirtæki að stóra banka að koma inn, það myndi útheimta alveg gríðarlega skoðun og vinnu og svo framvegis og við held ég oft bara verið hreinlega þannig að það svari ekki alveg kostnaði, sko, það sé nú stærra atrið allt heldur en eitthvað meint svona vantraust síðan úr hruninu. Sko. Við erum líka með, sko, það eru þetta þær atvinnugreinar sem eru mjög arðbærar, sem eru útflutningsatvinnugreinar okkar og það eru sem er bara mjög skiljanlegt að til að mynda fjárfesta í sjávarútvegi, það eru hömlur á því, það eru ákveðnar hömlur á því hvað þú getur keypt mikið land sem ég er líka hlynnt. Þannig að fjárfestar eru auðvitað að koma og þeir vilja fjárfesta í einhverju sem þeir telja að sé að sjálfsögðu hagnaðar von og þeir hafa verið að koma inn í gagnaverin, þeir hafa verið að koma inn í ferðaþjónustu, við sjáum að hér eru erlendar hótelkeðjur, þannig að það hafa alveg verið fjárfestingar. Ég held að til að mynda varandi gjaldmiðilinn, ég hef verið og er á þeirri skoðun að krónan henti okkar hagkerfi upp á hagstjórn og annað slíkt og ef við horfum á hvernig staðan hefur verið og hvernig hún hefur þróast eftir hrun, að þá eru við með lífskjör sem eru einn þau bestu en það er hins vegar þannig að hér er samt sem áður húsnæðisvandi og annað slíkt, sko, en ég held að við höfum spilað, ég held að hagstjórnin frá hruni að hún hafi bara verið býsna farsæl. Ég held við höfum verið bara rosalega heppin líka, sko. Það komur náttúrulega túristar og við þurfum ekkert mikið að beitni erlendri fjárfestingu þegar það flæðir gjaldeyri með túristunum, sko, sem er geymdur í gjaldeyrisforða líka því að það eru settur upp reglur á ég ætla samt að segja heppni, þetta er bara hörku duglegt fólk sem er í ferðaþjónustunni og búin að byggja upp allt land ferðaþjónustu sem er mjög eftirsóknarverð og ég verð að segja það, sko, að en ég bara segja að það er ekki út af hagstjórnin endilega, það var bara þá komið
eldgos sem auglýst okkur sko, margfalt á við þennan milljarð sem ríkissjóður þó að eiga í auglýsingar. Þú veist að nefna það að sjálfsögðu að það sem breytist að við vorum með, ég meina, einn stærsti vandinn var að við vorum með mjög lítinn gjaldeyrisforða. Það gjörbreytt, ég meina, gjaldeyrisforðin okkar hefur verið á bilinu 25-30%, það alveg rétt að við erum hagkerfi sem býr til meiri gjaldeyri þegar við tökum saman greiðslujöfnu þjóðarbúsins og það er hagstjórn, ekki satt? Já, það eru útlendingarnir, ferðamenninni sem koma með gjaldeyrin hingað og eyðunni hér og duglega fólki sem setur í ferðarþjónustu fyrir fyrirtækja, en þetta eru flugfélögin sem ákveða fljúgingað og ég bara benda á þetta núna, ég er ekkert eitthvað að dissa ykkar ríkisstjórnartíma en auðvitað var fullt af góðum embættismennum sem gerði góða hluti, ég meina neyðarlögin, fólki í Seðlabankanum sem var að vinna eftir hrun og vinda Ég bara þakka fyrir að viðurkenna það, nei. En ég bara segja að það var heppni sem lét þetta fara svona vel hér eftir hrun. Ég er ósammála. Að því að heppni líka kannski. En ég ætla að klára punktinn af hverju ég er að binda á þetta núna. Ég það svo leiðilegt að alltaf vera að tala þegar fólk tala niður landið okkar. Klúður svo að heppni að gera. Svo ég sé bara alveg hreinskilið að vegna þess að það eru margir fræðimenn sem gerðu það. Þeir fóru út allan heim og sögðu að hér væri allt ónýtt. Það var ekki allt ónýtt. Við höfum aldrei getað unnið okkur upp úr þessu ef hér væri samfélag sem væri spilt. Og þar ber að þakka Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem samþykkti að hér væri sett á gjaldeyrishöft og Seðlabankinn sem stóð á þeim gjaldeyrishöftum. Ég var í Seðlabankanum, við settum á, við tempruðum gjaldeyrisútflæði, það var Seðlabanki Íslands sem gerði það þessum tíma. Við settum sjálf gjaldeyrishöftin á, það sem var nýtt í þessu var að Paul Thomsen sem var yfir Evrópudeildinni, hann samþykkti og sá að það var snjallt að setja þessi gjaldeyrishöft á og sem var alveg nýtt og prógrami sem var hér, það sem fólki sem vinnur hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum segir, þetta var gott prógram vegna þess að það var svo mikið eignarhald hjá stjórnvöldum og það voru nokkra ríkisstjórnir sem komu að þessu og stóðu sig hérna. Og Steingrímur J. barðist gegn því að Þjóðleikhúsið yrði selt eins og gömlu manúalar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins lögðu til. Það kom aldrei til greina að selja Þjóðleikhúsið. Hvaða vitleysa er þetta? Þegar Steingrímur hélt mikla þrumuræðu í janúar 2009 og ætlaði nú ekki að sjá Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Og það þurfti að smikla samningnum við Gjaldeyrissjóðinn og Viðar sem vildi ekki sjá að hann færi til fólksins. Ég starfaði hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum frá 2010 til 2013 þannig ég þekki þetta prógram. En ef ég má klára punktinn af hverju ég er að taka þetta upp núna, ekki til að halda okkur í sögunni heldur, heppnin af því að eldgosi kom og túristanir komu og hér voru sett á gjaldeyrishöft og hér voru stýrt þannig að hérna við löguðumst mjög fljótt eftir þetta rosalega hrun og það er náttúrulega stærstum hluta erlendu fjárfestarnir sem tóku á sig höggið, tapið af þessari bólu. En lykilatriði af hverju þetta er relevant núna er það að við erum háð þessum ferðamönnum núna og það er bara hve mörg flugfélög ákveða fljúgingað sem ræður því hver mikið að ferðamönnum koma og hins vegar, og það er fjöldin sem það eru tonnin af þorski áður fyrr, við vorum alltaf að flytja út meira og meira tonn af þorski en hann var frosinn í blokk og fór í fangamatt og skólamötuneyti en núna seljum hann dýrar en ferðamenni sem kom hingað núna eru ekki mjög arðbærir, það eru búin að vera 2 greinar í vísbendingum þetta fyrir hagfræðingur ferðamálastofu sem sýnir fram á það. Þó að komi fleiri ferðamenn þá er ekki að skila meiru eftir. Núna eins og heimurinn er núna þá gæti dregið mjög úr ferðamanna bara straumi í heiminum almennt eða að Ísland líka sérstaklega gæti fengið meiri niðurskurð í flæði ferðamanna en aðrir en maður líkir aftur við þorskeng og hvað ætlum við þá að gera? Það er þessna sem þetta að það reddist eða bara græða sem mest á þessu sem er að koma og maksa hér út og að því að ferðamenn eru líka með snöggir að setja á samfélagsmiðla þegar þeir eru í Gullfoss í biðröð og 17 rútur eða 70 rútur og 17 rútur að labba niður á fossinum og tilbaka. Þú veist, ef við vöndum, þannig er ég aftur að benda á fagmennskunni eins og áðan, ef við vöndum okkur ekki við þetta sem við erum að gera
þú veist, eins og okkur tókst að gera með þorskinn, að veiða hann ekki allan upp og setja, þú veist, að þá... Það hefur nú ekki gengið upp, sko, það átti að rækta þorskstofninn upp í 500.000 veiðanleg tonn, en við erum í 200.000. Og var 300.000. Og ef ég má setja þetta enn meiri nútíma, það var frumsýning á David Attenborough myndin á föstudaginn Ocean, þar sem er verið að sýna myndir af trollum á botninum, eyðileggja og frá því fyrir utan strendur Afríku líka, sem koma togarar og togu upp þar sem fólki farið að svelta, sem fór út með net í árabótum. Sko, aftur annað dæmi, bara trollveiðar gætu á global skala, það á að vera fundur í júní, það sem á að fara að reyna að banna það og þá er spurning hvort Íslendingar ætti að fá undanþágu eins og í Kyoto og sérreglur fyrir Ísland eða aftur þannig séð, ferðamannavörslu getur dreigð saman, trollveiðar verið bannaðar í heiminum, þá að reyna að vernda 30% af hafinu, samkvæmt þessu samkomulagi sem kemur fram í myndinni, vitið hvað við erum búin að vernda mikið hafinu? 0,07% af hafsvæðin okkar og það var að setja markmið 30%. En ég má segja hana, sko, ég hef verið á togara og það og sko afi minn var líka togara og við vorum báðir að toga á halamiðum með sko áratuga millibili og alltaf við fiskir í. Sko, það er jökulsorfnir klettar, ég veit. Trollið er ekki búið að eyðileggja fiskislóðina meira þetta. Þetta sko, svona eru mið eftir mið hringinn í kringum landið. Það er bara... En ég bara segja að almenningur í heiminum getur ákveðið að við ekki kaupa trollsveitan fisk. Við getum ekki alveg svona að hafa áhrif hér. Nei, ég til að við höfum átt að fá hérna undanþágu varðandi, við erum hérna með eina grænustu, við nýtum græna orku hér mjög vel. Ég til dæmis að þessir og var ósámála sumum sem voru með mér í ríkisstjórn á þeim tíma, ég til að við erum búin að þróast alveg gríðarlega varðandi endurnýjanlega orku og ég hef ekki skilið að við séum að greiða hérna einhverja háar fjárhæðir þegar við vorum komin á undan öðrum ríkjum í þessu. Og ég held að sé alveg, sko, ég meina það sem hefur skipt mestu máli hér á Íslandi einmitt að við förum að nýta auðlindirnar, erum að veiða fiskinn og það var fyrsta útflutningsstóðin okkar, svo förum við að virkja og förum í þessa endurnýjanlegu orku og nú erum við með hérna ferðamanniðnaðinn og svo erum við komið í fjórðu stóðina sem er hugvitið og annað slíkt og að því Ásgeir var að tala um að væri ekki fjárfest, það er búið að fjárfesta það sem við höfum frekar og þar er ég svona til ég að við þurfum að passa upp á auðlindirnar og það nýtist í þágu þess að við séum með stöðugan gjaldmiðil og við séum með góðan gjaldeyrisforða og við séum að passa upp á þau lífskjör sem er búið að gera hér á Íslandi og að við séum að auka jafnrétti og jöfnuð og við séum að fjárfesta í menntakerfinu. Hérna, sko, ég með eina spurningu til þínlega, það er hérna eftir þetta afhróði kosningunum. Já. Er hérna Sigurður Ingi á hann ekki axla ábyrgð að fara? Flokksmenn, við munum vera með hérna flokksþing og þetta er auðvitað þannig. Þú marga flokksmenn, þetta hlýtur að vera erfið staða. Þetta er auðvitað þannig staða að menn fara aftur í kjarnan, fara í samvinnuhugsjónina. Framsóknarmenn eru mjög seinþreyttir. Þetta er ákveðin hugmyndafræði sem er bara samvinna og hún getur auðvitað, þegar auðvitað þarf að fara yfir hlutin og byggja upp flokkinn. Við erum bara staðræðan í því, ég og formaðurinn og þessi þingflokkur og allt sveitarstjórnarfólkið okkar að byggja upp flokkinn og gera það á eins vel og... Hver að vera byggingarstjóri? Já, það bara kemur í ljós. Já, en vilt þú halda áfram sem varaformaður? Ég er ekki, ég er enn varaformaður og ég er mikið í flokkstarfinu ásamt því að sinna verkefnum og öðru slíku og mér þykir bara vænt hennar flokk og þetta er elsti stjórnmálaflokkur landsins, hann hefur fylgt þjóðinni vel alla 20. öldina og til að hann hafi gert mikið gagn fyrir Ísland og En hann er aldrei verið veikari núna? Nei, það er rétt og þá er einmitt svo gott að spyrna sig frá því og við megum heldur ekki gleyma því að bæði Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn við vorum búin að vera við völd í 12 ár
og það held ég held að við getum svona verið mörg sammála það að það var komið þreyta gagnvart ríkisstjórninni. Þetta var ríkisstjórn sem hafði unun af því að tala sig niður og sem kann aldrei góðri lukku að stýra og það boðað til kosninga sem sagt og það var ekki sátt á meðal þessara stjórnarflokka þegar var boðað til kosninga. Nei. Og þetta fór svona og það bara eitthvað sem ég þarf á allir að líta á með gagnrýnum hætti af hverju fór þetta svona. Ég á því að við þurfum við höfum alltaf verið flokkurinn sem var að berjast fyrir hagsmunum heimilana. Við missum það svolítið frá okkur til fólksins. Það voru mistök. Og menn verða líka alltaf að, menn mega ekki, þó sést í ríkisstjórn, þú verður alltaf að halda í þín grunngildi. En Halldór Ásgrímsson sagði að sér þetta slæma kosning í sveitarstjórnarkosningum. Hann var forsætisráðherra. Þannig að það var stórt skref. Var það kannski, tók hann svo kannski of illa þá, Halldór? Hann var náttúrulega í svona seinni hluta síns ferils. Ég veit það. Og var að mörgu leyti einhver leyti búinn með sitt erindi held ég. Já, en hann átti eftir 1 eða 2 ár. Ég held að Sigurður Ingi upplifði það ekki þannig. Ég held að hann sé bara upplifði það sér rétt að byrja. Ég verð nú fyrst að reyna að rifja upp söguna líka og kannski eftir að slá léttari strengi hérna. Ég verð að fá að segja ykkur, Halldór Ásgrímsson ég var blaðamaður á Morgunblaðinu þegar þetta gerðist. Já, þegar hann sagði sér. Hann gerði það upp á Þingvöllum og það greinilega margir mættir blaðamenn og biðu fyrir utan í ráðherrabústaðnum. Og greinlega gekk mikið á og svo kom svona eins og tíðkaðist á svona allur þingflokkurinn saman svona á bakviðan sem var svolítið fyndið því að það var nú ekki greinlega mjög mikil samstæða þarna. Hann tilkynir þetta og þetta var nú í þá daga þegar einmitt NFS var hér og var með það markmið að senda allt út í beinni útsendingu held ég. Já, eins og fólk gerir í dag. Já, var á undan sinni samtíð og mörguleyti merkilegt fyrirbæri en þá var einhvern veginn eitthvað erfitt netsambandi þarna. Og þá var úr að þetta var tekið bara upp og þurfti að drífa þetta í bæinn og þá var leið þyrla sem kom. Það lá svo mikið við að vera á undan. Það kom þyrla og lendi þarna þjóðargrafreitnum til að drífa upptökuna með þyrlu tilbaka í bæinn. Ég man alltaf eftir þetta svona eftirminnilegt. En þar talaði hann líka Guðna eitthvað. Laði hann ekki til að Guðni hætti líka þá í þessari ræðu. Er þetta ekki þegar Valgerður tekur við þarna? Jú, Valgerður. Síðan eru margir formenn til þeirra skömmu tíma, enda með að Sigurður Davíð og Sótur. Já, hann var Benni Sigurðsson sem að byrjiðist maður. Já, hann tók við, Já, Guðni tók líka við. Já, Guðni er formaður 2008. Þetta er hún svona sagfræði? Ég var mitt í Guðna í gær, ég er alltaf í miklu sambandi við Guðna. Ég fer oft í svona sögugöngur með honum á Þingvöllum að þegar við höfum bæði mjög gaman af bæði Íslendingasögunum og sögu landsins og svona. Þannig að það er auðvitað þannig, bara eins og í lífinu, að það skiptast á skin og skúrir og við erum bara í því núna og þurfum bara að byggja okkur upp, sanna okkur aftur gagnvart kjósendum og það verður bara tíminn mun leiða það í ljós hvernig það uppbyggingastarf gengur. Ég var á sveitarstjórnarráðstefnu Framsóknarflokksins í gær og ég meina við erum með mjög flotta bæjarstjóra og sveitarstjórnarfulltrúa út allt land og fengum auðvitað mjög góðan sigur í síðustu sveitarstjórnarkosningum. En svona er þetta, það bara að fara á skófluna. Maður segir í þættinu fyrir viku þá satt í þessu stól fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins og ég fer að fara með þetta að Sigurður Ingi Gunnar Smári hvatti mig til að tala Framsókn. Ég benti á að þú ræðir þetta í hverju meinast það þetta, sko. Það er svo framsóknarmenn hérna í dag. Þá var konan sem ég komst að eftir á, tengdadóttir Sigurðar Inga. Já, hún hérna. Ég sá þetta en það mitt. Hún tók þér ekkit vel þegar hún varst að... Nei, hún tók þér mikill að varna. Já. Herðu, en það voru 2 mál afgreidd í þinginu. Það var annars vegar á að selja Íslandsbanka. Já. Allir sáttu við það? Já, í almennu útboði.
Þar var meðal annars í einu af þessum útboði, það var að þau vorum að tala um erlenda fjárfestingu, þá var eitthvað að vera að teygja sig eitthvað voðalega mikið til þess að fá einhverja erlenda sjóði til þess að kaupa. Þau keyptu þessu og seldu þetta svo bara daginn eftir með stór gróða. Vildi það vera 1 milljarð í það að fá alþjóðlega ráðgjafa til að lokka alþjóðlega fjárfesta? Þú tala um útboð 2. Já, það er engir erlendir aðilar sem eiga þarna hluti núna. Lærdómurinn af því að það var að vera að teygja sig til að tryggja hluti sem kannski reyndust ekki varanlegir. En síðan það veiðigjöldin. Íslandsbanki. Ég er búinn að helga frama minn í fjölmiðlum síðustu 3-4 ár að vera eina röddin á Íslandi sem gagnrýnir Sölu á Íslandsbanki. Já, og það komið svo langt að RÚV er hætt að kalla í mig, sko, því að það kemur alltaf einhver reiðipistill úr Viðskiptablaðinu ef það er frá mig. Þannig að ég ætla ekki að halda áfram að vera að mótmæla, en ég gagnrýni samt í þessu að því ég fór nú inn á eina þingnefnd þar sem þetta er ennþá kallað markaðsett útboð og ég bara bað þau að skilgreina orðina því þetta er löggjafarsamkundan að því að sko fully marketed offering er svona að því ég hef búin að starfa á fjármálamarkað erlendis og það er bara skilgrein það sem er farið í roadshow og hitta fagfjárfesta en markaðsett útboð hjá bankasýslunni varð að einhverju sem að þetta er hálfpartinn en síðan núna er þetta endurtekning á síðasta með 3 bókum í staðin fyrir 2 en ég veit ekki hvað minn viti hvort þið sé að gera sko annað en ég svo heyrði maður í RÚV-fréttunum áðan að þá kemur hagfræðingur sem er að tala um að sé svo mikilvægt að auka fjárfestingu almennings í hlutabréfum og þannig sé þetta það kann aldrei góðri lukka stíma það er yfirleitt rétt að vera nokkar heim og það voru hinnir að selja mitt sem að vilja láta eins og að gert fyrir bankarhrunið bara ég fannst sko útboð þetta verður útboð 3 ef maður má tala um það þannig á Íslandsbanka ég meina fyrsta útboðið heppnaðist mjög vel þetta lögum mikla vinnu í það já það var bara almenningur og það var hægt að bjóða í þetta og það var bara fór eins og það fór en hérna og þetta heppnaðist útboð 2 að mörgu leyti vel sko upp á verðið sem fékkst og þessi aðferðið metin búin saman við þegar þetta er gert annar staðar upp á þú veist það náttúrulega lág fyrir þú ætlar að selja stóran pakka á stuttum tíma þá þetta gera það með einhverjum afslætti og hann reyndist minni hér en við annars staðar. Og það hefði litið vel út ef það hefði ekki þurft að birta listan yfir þá sem buðu. Og kom í ljós þetta var það pólitískt. Þetta gróf undan bara trausti á ríkisstjórninni þetta er bara alvarlegast ef þú horfir á það út frá ríkisstjórninni ef það væri hagur af því að hún héldi áfram þá þetta bara alvarlegasta höggið sem hún fekk. Þetta mál var pólitískt mjög erfitt, ég er alveg klár á því en ég er svona að segja sko ef maður horfir á það sko út frá því hver þessi afsláttur var hvert verðið fór síðan næstu misserinn og svo framvegis þá er margt gott við þetta útboð en ég er alveg sammála sko ef maður fer síðan aftur að hugsa sko hvað var verið að tryggja með þessum að það væru bara einhverjir fagfjárfestar og svo voru einhverjir kappar í Íslandsbanka þetta að ringi vinni sína og eitthvað svona þetta var bara ekki gott sko það var verið að tryggja alveg svolítið góða punktir eins og Gunnar nefnir að vera að tryggja hugmyndin var að það kæmi menn sem getur að vera með stærri hlut og verið lengur mögulega einhverju erlendir aðilar en það reyndist ekki staðan það er bara þannig, sérstaklega í ljósi sögunar að þegar það er verið að selja ríkiseignir þá bara ber að gera það í opnu og gagnsæju ferli og það sem var gallinn í sölu, í annarri sölunni var að þetta var ekki nógu gagnsætt. Hvernig útboði var sett upp. Ég meina við vitum, og sko, Ísland er líka, við erum fámenn þjóð og allir sem hafa starfað á fjármálamarkaði vita þetta bara hvernig þessar bækur virka og þess vegna er svo að því að við erum bara býsna vel í sveit sett varðandi sko bara að vera að lækka skuldir og við aðalatrið hefði átt að vera að það væri bara traust sem myndi ríkja söluna. Að mínu mati var það alltaf mikilvægara en endilega verðið að því að þú getur ekki þegar trausti fer þá er það bara farið. Þú getur ekki sko og það er svo erfitt. Bjarni tók þínu svolítið létt sko hann fór bara yfir í utanríkisráðuneytið. En punkturinn þannig svo ég aftur brú á milli okkar sko. Ég meina þarna
sást mjög skýrt, það sem ég var að tala með að þeir erlendu fjárfestar sem koma til Íslands, þeir koma annarkvort með töngum eða ef þeir snertaða þá og það þá bara til að, eins og þetta var kallað af hendi söluaðilana, taka snúning á ríkissjóði, sem sagt ná þessari hækkun hana, eða þá að sko bara koma hratt inn, græða smá og fara beint út aftur. Þeir eru ekki að koma til að fjárfesta til langfram og þar ég sammála þess sem þú sagði með skýringun á hann, af því að hér króna gjaldmiðill sá minnst í heimi eða næst minnsti, hér verðtrygging sem engin útlendingur skilur hérna nema kannski einhver ísraelskir fjárfestar, það heilt landi í heiminu sem nota verðtryggingu. Þannig að sko og þetta var bara hérna milljarður í ráðgjafavinnu fyrir erlenda aðila til þess að reyna að láta þetta líta út sem stærra og alþjóðlegar útboð og fá okkur sem bara, þú veist, ég veit ekki, það tilgangurinn að fá okkur að ferði til útlanda og fínt út að borða eða vera að tala við okkur að fína ráðgjafa? Þetta er bara djók. Ég held að enginn ætla sér eitthvað illt með þessu, sko. Nei, þetta voru alveg markmið sem rosa gaman að fá svona hérna útlendinga. Gleymdu sér í einhverju partí. Já, ég held bara, þú veist, viktin í þessu markmiði var kannski, sko, hún var ekki alveg raunsæ. Af því að ég svo sem ekki trakkar alveg hvað menn voru lengi, ekki sem allir selt sér daginn eftir, ég ekki að segja það, en svona staðan svo að það örfámánuðum. Já, þetta fór frekar hratt. Og þá kem ég með aðalgagnrýni minn núna til að ágreiða þetta mál og hérna, ég nenni ekki að vera gagnrýnandi í Íslandsbankasölu til gagnrýnandi bara Ísland. Þú ert að færast upp á því, þú ert komin á samstöðuna núna, þetta er að vera komin kallar á rúf. Nei, ég er búin að vera á samstöðuna frá upphafi, ég er sá sem hefur komið hingað oftast. Kannski að þessna sem nú vill ekki fá mig, en ég kem nú bara einu sinni í mánuði núna, ekki einu sinni í viku, en punkturinn minn, gagnrýni punkturinn minn á Íslandsbanka þarna mjög mikilvægur, sem enginn hefur talað í öðrum miðlum. Það búið að vera í gangi rannsókn hjá Fjármálaeftirliti Seðlabankans á söluaðilunum og það bara búin rannsókn á Íslandsbanka og hann fekk rúman milljarð í sekt, hinir 3 aðilarnir, að það ennþá verið að rannsaka þá, sem segir nú eitthvað ástandið inn í Fjármálaeftirlits hluta Seðlabankans eða varðandi málið, af því að þetta nú, þú segir íslenskur hérna fjármálamarkaður lítill, ég veit ekki, en sko hvernig það hægt, bæði að vera svona lengi að rannsaka þetta, en líka að byrja á sölu 3 þegar það ekki búið að afgreiða rannsóknina á því sem fór úrskeiðis í sölu 2. Ja, þetta byggt inn í sko fjármálaáætlun og bara fjárlögin og þau verða að fá hana pening. Og það kannski þessi flokkar sem að fara að selja banka núna, það flokkur fólksins sem vildi aldrei selja, segir að bara ekki að selja hluti í bankanum. Síðan var það bæði, held ég, Viðreisn og Samfylking með svona svipuðum málflutningi að jú, þetta eðlilegt að ríki selja þetta eitthvað tíman en það ekki réttu aðstæðunar. Ég held að enginn geti mælt með því núna að það sé kjör aðstæðu til þess að taka sens að selja banka í heiminum, ég held ekki. Ef þau voru fyrir 2 árum, þá er það sannarlega eftir við í dag. Þetta er ekki kannski endilega. Þetta er ekki frábær staða til að eiga banka, heldur. Það helst líka saman. Hann skilar fínum arði, þessar tölum fyrsta ársfjórðungi. Það er eins og kannski fyrir hluti þáttarins sýndi að það bankaeign getur verið fljóta hver úr hendinni, sko, ef illa árar og það þarf ekki langan tíma til. Það hefur reynst Íslendingur betur að ríkið í banka heldur en einkaaðilar. Það er ekki reynst til dæmis Íslendingum mjög vel að hafa reikið íbúðalánasjóð eins og samanber tekkin sem það tengist nú þessu sem við vorum að tala áðan þar sem að stjórnvöld, sem að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokksins opnaði fyrir innrás Kaupþingsbanka og síðan hinna bankana inn á íbúðalánasjóð og skildi íbúðalánasjóðinn eftir með skuldir sem að hann gat ekki greitt upp á meðan það var hvatning fyrir allan almenning að greiða upp skuldirnar og það er hagstjórnarmistök sem að tengist Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum frá 2004-2005. Það voru mistök í því sko að hvernig sjóðurinn var uppsettur, hvað var þar uppgreiðslu skilmála. Mistök, það var deliberately gert til að koma nýja einkavæddubönkunum inn á húsnæðismarkað. Þið byggur þetta til, það var húsnæðisstofnun, þið vildu það ekki. Það hefði enginn flutt sig. Ég bjóði ekki til sko. Það hefði enginn flutt sig. Þetta er mjög einfalt, þetta er Við annar erum bara að tala sko aðkomu ríkisins að svona lánamálum. Hvernig svo ætlum að kenna það? Það held ég að saga Íbúðalánasjóðs sé dæmi að það sé alveg stundu góð hugmynd að ríkið sé ekki í þessu. En hún er ekki rök fyrir að selja Íslandsbanka núna. Af því að maður verður að vita að rétt áðurinn að þetta fíaskó byrjar í Íbúðalánasjóði sem við erum að borga fyrir núna, að það var vegna þess
að ég veit ekki hvort ég á að segja framsóknarmenn í stjórn sjóðsins, Það voru framsóknarmenn. Þurftu til þess að örugglega ráðleggingu fjármálaráðgjafa að létta á þessu að fólk gæti greitt upp lánin, en þeir voru búin að fjármagna sjóðinn án þess að þeir gætu greitt upp þá fjármagnun. Og þessi halli kemur bara þar. Og það varð að koma því inn að leyfa fólki að losna úr lánum Íbúðalánasjóðs til þess að einkavæddu ríkisbankarnir þá gætu vaxið inn á Og það húsnæðismarkað. var varað við þessu, aftur. Bæði inn á Þannig að þetta þingi er kostnaður af einkavæðingunni fyrir. Lánasýslan varaði við þessu. Þetta var þarna breyttu menn ekki rétt, það er bara þannig og þetta bjó til þetta svo kallaða mismatch að menn gátu ekki, það verða mjög umfangsmiklar uppgreiðslur og menn náðu ekki að gera þetta með, náðu ekki að fjármagna eða koma þessum uppgreiðslum í var, þarna bara, þetta var ekki gott mál. Og talandi arfleiðina síðan núna 9, þegar Bjarni ákveður sem fjármálaráðherra að fara í eitthvað að skapa óvissu á fjármálamarkaði með það hvort að ábyrgð ríkisins gildi á ÍL-sjóð gerir það að mínu áliti og samkvæmt þeim alþjóðlegu fjárfestum sem ég þekki og hef starfað á og ræði við, bara ekki, þú veist, ef þú ætlaðir ekki að fara inn í íslenska fjárfestingu á hlutabréfamarkaði eða í nýsköpun, bara ekki heldur fara inn í íslenska fjárfestingu í ríkisskuldabréfum, því það geti bara komið fjármálaráðherra sem segir, já það er ekki víst að við munum borga þetta skuldabréf sem er til 2044 eða 2034, við ætlum bara að láta það fara í þrotameðferð. Þetta hefur kostað ríkissjóð áhættulega. Það heitir líka eitthvað að það gæta hagsmuna ríkisins líka, sko. Já, ég veit það. Það á fjármálaefnahagsráðherra að gera. Og ég meina það var bara fyrst og fremst verið búið að finna orðið lausn á málinu, virðist vera. Já, þetta er mjög kostnaðarsama. En ég meina það var nú líka stundum að horfa í hvað stendur í lagatextanum. Já, ég meina þetta snerist fulla ábyrgð og einfalda ábyrgð. Trump er að gera þetta núna, hann er að segja við fjárfesta, við kannski breytum skammtímaskuldunum yfir í 100 ára bréf. Og þið sjáu, það er náttúrulega bara capital flight frá Bandaríkjunum út af því. Ég er bara spennt á þetta er mjög alvarlegt mál, menn geta fundið út samkomulag án þess að fara í hótunum, það var búið skilgreina að því að var í fjármálaráði, það var skilgreint af Evrópsku hagstofunni hvaða fyrirtæki til er A-hluta ríkissjóðs. Þá fór þingið og fjármálaráðið að búa til A1, A2, A3 til að hafa Íbúðalánasjóði var ekki spurningin fulla ríkisábyrgð og einfalda ríkisábyrgð út frá A og B reikningum og það er ekkit óeðlilegt, þetta var auðvitað ekkit heppilegt, þetta var ekki gott mál, ég meina við verðum auðvitað alltaf að greina satt og rétt frá, þetta var erfitt mál og þetta er alveg rétt að það sem gerist auðvitað er og þetta tengdist einkavæðingunni líka á sínum tíma, en það er auðvitað alltaf skylda fjármála efnahagsráðherra að reyna að verja hagsmunir ríkissjóðs og hagsmunir ríkissjóðs sem eru þá hagsmunir þeirra sem greiða hér. Þarna voru þetta bara mjög erfiðar, bara eins og þú manst erfiðar samningaviðræður milli lífeyrissjóðanna og fjármála og efnahagsráðuneytisins. Ég er alltaf svolítið svoleiðis, ég vil alltaf bara passa upp á þessa hagsmuni ríkissjóðs af því að þá erum við að verja fólki í landinu og það var auðvitað það sem fjármála efnahagsráðherra þarna skildi ég alveg hvað Bjarni var að gera. Ég er ekki alltaf sammála honum, bara eins og margir vita, en ég skildi alveg að hann var auðvitað að reyna að gera það þannig að tapið af þessu yrði sem minnst. Og við spurðum aðra hagsmuni almenning sem er almenningur á þjóðin á fiskveiðiauðlindina og nú hefur ríkisstjórnin plan það að ná hærri leigu fyrir hana sem er vinsæl aðgerð í samfélaginu, búið að vera áratugum saman að almenningur vill fá stærri sneið fyrir eign sína. Haldið að ríkisstjórnin náði þessu í gegn? Já, hún mun gera það. Hún er með góðan meirihluta og ég held að ég verð að segja það að mér finnst hvernig sjávarútvegurinn hefur farið í máli, það hefur verið frekar til þess fallið að vinna í gegn þeim sem vinna gegn þeirra hagsmunum, þannig að
Sko, það sem ég held að skipti mestu máli í þessu að mér finnst aðferðafræðin hvernig ríkisstjórnin fer í þetta. Ég hefði gefið þessu meiri tíma. Við höfum sagt það í Framsókn að það sé hægt að greiða meira, en það hins vegar mikilvægt að mínu mati að vinna og komið að samvinnuhugsun, að vinna með atvinnugreininni. Ég meina, þegar ég var ferðamálaráðherra, þá settum við til að mynda innviðagjald á skemmtiferðaskipin. Ég var með þetta í undirbúningi í 2 ár og fundaði og fórum yfir þetta og það var gagnrýnt að við hefum gert þetta með litlu fyrirvara, en það var bara ekki þannig. Við bara unnum þetta og þarna komum við inn, held ég, ef ég man 4 milljarðar. En Lilja, þetta ekki svolítið þannig að ef þú ert í ríkisstjórn, að þá hefur þú svona glugga til að ná ykkur í gegn? Mjög snemma þegar þú hefur stuðning þjóðarinnar, svo lokast það. Þú þekkir að vera inn í ríkisstjórn sem hefur lokað alla glugga og enginn er engu í gegn. Er þetta ekki bara spurning fyrir þessa ríkisstjórn? Annarkvæmt næri þessu fram núna, eða þá að afl útgerðarinnar grefur undan stuðningi, eða þá lendir í einhverju bara þannig að ríkisstjórnin hefur ekki sama stuðning með almennings og áður var. Þetta svona, þú ert í mestu, sko, þú ert í færum í 18 mánuði, segi ég. Og ég meina þannig, bara öll mín frumvörp og allt sem vorum að gera, ég sagði alltaf við fólkið, ég er hérna nánast, þetta er tíminn. Ég meina, ég held að það hefði eiginlega aldrei verið þannig að þú kemur með frumvarp á loka árinu vegna þess að það eru allir gluggar bara lokaðir og það er best að gera þetta, hafa þetta framhlaðið, þannig að hérna það er alveg rétt. Og þú ætlar að sleppa með þetta í gegn? Já, það held ég, en ég held að sko það sé hins vegar eitt í þessu sem ég held, og ég veit ekki hvort að það raungerist, ég held hins vegar að ríkisstjórnin muni lenda í minni hagvöxti. Hún mun ekki, held ég, fá þennan tekjuauka sem við fengum oft og var mjög, ég meina við vorum að fá sko vanmat á skattekjum upp á 50 og 100 milljarða. Þið getið ímyndað ykkur hvað það kom svo var gott. Það sem ég kallaði heppni en ekki hagstjórn. Nei, þetta er ekki heppni, Ásgeir. Ég skal segja þér, þú vilt hafa hagvöxt. Þú vilt hafa hagvöxt til þess að geta verið að fjárfesta og að það komi tekjur inn í ríkisstjórn. Og það er ekki heppni. Sumir eru hreinlega á móti hagvexti. Og það sem ég held að geti gerst núna er að ríkisstjórnin, hún er að fara svolítið hart í atvinnulífið og það er mikil óvissa á alþjóðamörkuðum og það kæmi mér ekkert á óvart, bara eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að spá, að við séum að fara inn í minni hagvöxt sem er allur heimurinn, við erum sammála á það, en það er ekki út af veiðigjöldunum sem er allir jóbóðskapurinn landsbyggðin leggst í eyði ef þið setja þennan smottarís leiðréttingu á gjaldinu. Ég var ekki að segja það. En það sem ég er að segja er að efnahagsaðstæðurnar sem eru núna, sem þessi ríkisstjórn, hún stýrir því ekki, en þegar er svona mikil óvissa á alþjóðamörkuðum, þá er að mínum að þetta mjög brýnt að menn passi upp á það að það séu að útflutningsgreinin okkar að þær bara standi styrkum fótum. En Árni, ef þetta er rétt Matti og Lilju að því sem muni ná þessi gegn, af hverju er Sjálfstæðisflokkurinn að fórna svona því að vera að tala gegn máli og bara bæta við enn einu tapinu og gegn sko vilja, ég meina Lilja bendir á þessar auglýsingar SFS valda bara reiði með almennings og ég held að ég er sama við þetta þessar endalösu ræður og þessar vörn fyrir stórútgerðina sem að þinn flokkur stendur fyrir. Já, það var nú verið að nefna sko hvaða tíma hafa þeir og hver langur er glugginn og svona. Mér finnst þetta málið ber þess nú dálítið merki líka. Að það svona eigi að hendin hratt og fá eitthvað pólitískt vinn. Ég reyna að lesa ég reyna að lesa svona, sko máli kemur nú þetta frumvarp dúkkan allt í upp þarna rétt eftir að öll vandræðin í kringum flokk fólksins höfðu nú verið í hámæli sko. Og það berða dálítið með sér að minnst að koma svona mjög skart inn. Ég held að það sé alveg klárt. Það er ekki einu sinni virtir frestir og svo framvegis. Þetta fer til dæmis mjög gegn því sem Kristrún hafði talað fyrir kosningarnar. Hún hafði talað hún ætlaði að hækka veiðigjöldin án þess að fara inn eina kollsteypu. Þetta myndi kannski gerast einhverju 10 ára tímabili, eitthvað svoleiðis. Þetta er ekki kollsteypa, þetta er smávægileg breyting. Þetta er ekki stórvægileg breyting. Þetta er að fara sko, ég meina veiðigjöldin, 2023 er einhverjir 10-11 milljarðar. Frumvarpið segir að það verið þá 18-19 eitthvað svoleiðis með þessari breytingu. Það er ekki kollsteypa sko. Það er næstu í tvöföldun.
Jú, en ég menn það augljóst að sko reikningum stórútgerðina, hún bara vel efna þessu, hún að fá auðlindina á leigu á hlægilegu verði. Það er það sem þessum almenningur... Erum við ekki stödd í höfuðstofum leigjendasamtakana? Leigjandinn hefur nú réttindi líka. Nei, ég meina, ef þetta væri íbúð, þá væri það svipað og þú myndir leigja út sko 4 herbergja íbúð á svona 35.000 skall. Þær ekki leigðar út á 35.000 skall og leigjendur vita alltaf það. Mér finnst þetta nefnilega... Akkur eiga stórútgerðin ekki að sitja við saman borð og leigjendur? Já, ég meina sjávarútvegurinn hér á Íslandi bara mjög flott atvinnugrein. Ég held að við verum alveg að horfa í það. Það eru ókeypis afurðir. Já, menn hafa nú flestir borgað stórfé fyrir kvótan. Það borgað veiðigjald nú fyrir. Það borgað tekjuskattur líka. Það líka verið bara margt flott að gerast í greininni. Við erum að sjá alls konar spin-off ef ég má sletta hér. Þú veist eins og... Nei, ég að gerast. Svo framkemur við auglýsingunum frá SFS. Já, en ég meina bara flott fyrirtæki svo ég meina bara tökum Kerexi sem dæmi. Ég meina þetta og það verið að nýta afurðirnar vel og það verið að gera margt mjög vel. En það var ekki stórútgerðin sem fjármagnaði Keresis. Það var Íslenska ríkið nýsköpunarsjóður. Já, og fjárfestar. Já, en ekki úr sjávarútvegi. Stóru fjárfestar. Stórútgerðin svolítið alltaf að eigna sér annarra manna skrautferðir. Þetta þessi samir í fjármagna þessi DNG sem býr til handfærarúllur. Núna eru þeir sem eru á strandveiðimenn að fara að kaupa sko færiska sem ekki eins góðar vegna þess að það að fá þær á 400 skall á meðan að samir að selja þetta á 900 skall og okrar á þessu. Þannig þetta ekki allt svona þetta ekki allt jákvæð fjárfesting. Við sjáum að markaðurinn virkar, það jákvætt, menn finna ódýrari valkost. En sko ég bara að segja, mér finnst þetta koma skart inn þetta mál. Þetta svona gegn því sem var rætt og að það þurfa að leiðrétta lögin að þessu leyti. Þetta svona umræða sem ég hef ekki heyrt að mér skosti, ekki var þetta einhvern veginn tala svona fyrir kosningarnar sko. Þannig að mér finnst þetta svona ég held að það sé nú aðalega bara það mikil vikt í þessu máli, þetta umdeilt mál. Ég held nú að ástæðan fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn sé að taka til varna nú að flokkurinn upplifir sig bara sem flokk atvinnulífsins. Og svo nú varaformaðurinn fyrrverandi formaður SFS. Já, þannig að sko ræturnar liggja alveg inn í Borgartún. Bæði á Guðrúnu og Jens Garðari. Jens á sína sögu og hann hefur ekki held ég verið að fela það. En ég má vera fulltrúi almenning sko. Ég held að fyrir almenningi lítur þetta út bara að byrja hörðu. Það að ganga hérna frá fjárlögum í haust, það er fjármálaáætlun, það er að stöðva hallan og ríkissjóði. Og það annars vegar gert með að selja Íslandsbanka, fá meiri pening heldur en að varðinum á hverju ári og síðan, borgarnir einhverja skuldi með því og síðan að auka tekjurnar og þau vilja ekki auka tekjur á fólk þannig að það þarf að ná meira úr atvinnulífinu af skattekjum. Og taka skattið samsköttununa af. Já, en punkturinn þannig er sá, þú veist, almenningur bara skilur ekki hvers vegna ykkar flokkar eru þannig á þingi núna í einhvers konar málþófi eða hvað það kallar. Ég er að klára hugsunina. Þú stoppaði mig á það þegar ég var innblandaður í umræðuna. Almenningur ég held að sko, án þess að ég geti verið einhver pólitískur ráðgjafi, ég held að fyrir almenningi lítið þetta út bara hvaða rugl eru þetta í þessum gömlu valdaflokkum verður að rífast yfir þessu að vilja þetta allir og það er bara farið einhverja auglýsingaherferð sem einmitt almenningu sér bara að er djók. Punkturinn er þessi það sem og nú fer ég úr því að vera talsmaður almennings í að reyna að greina stöðuna og það er í gangi, það sem er í gangi er að því ég sá þetta í fjármálaráði þegar ég var í reikningsskilu og svona að SA sendi inn harðorða umsögn til nefndar í Alþingi, tvöföldun á skatti þegar að eftirlitsgjald hækkað úr 100 skall í 200 skall á okkur fyrirtæki með eftirlit með reikningsskilum. Þú veist, 100% hækkun, þetta er rosalega, þau eru þannig að leiðrétta sem allur almenningur er búið að skilja út af umræðan og ég er að koma að punktinum af hverju ykkar flokkar eru að röfla svona mikið út á þinginu til að ég held að það sé að því að þessi hagsmunasamtök hvað sem þau heita og ég ætla ekki að nefna það því að maður getur fengið á þessi málsögn en ég kalla það LIU og aðrir þeir sáttar hópar að þau eru vön að hafa síðustu 12 ára hver lengi það ég veit það ekki, haft bara beinan aðgang
vettvang inn í stjórnarráðið og fengið í gegn reglugerðir og jafnvel lagasetningu sem hentar þeim og dregið tilbaka þegar það á að gera eitthvað. Og núna er allt í einu komið ríkisstjórn þar sem að þessi hagsmunasamtök eru ekki með beina línu inn og þá fara þau í sína gömlu ríkisstjórnarflokka þar sem þau voru með beintaðgengi. Ég meina, við sáum þetta rétt fyrir kosningar þar sem umboðsmaður Alþingis og héraðsdómur gagnrýna þingi fyrir að vera að senda lagafrumvarp úr nefndum út í bæ til lögfræðinga þessara hagsmunaaðila og fólki bara blöskrar að hagsmunir sem eru annarkvort stórfyrirtæki eða talandi þessi ríku aðila sem geta bara keypt lögreglumenn til að gera það sem þeir vilja. Þú veist, almenningi blöskrar þetta. Svona á ekki að reka samfélag. Nei, en sko, það sem ég langar kannski að benda á í þessu samhengi, við höfum í Framsókn sagt að það sé hægt að borga meira. Það hefur alveg Já, hvernig gekk okkur að gera það síðustu 12 ár? Við verum alltaf að líta á þessa stóru mynda þegar við erum nú bæði hagfræði menntun, að tekjur ríkissjóðs eru 1500 milljarðar. Og þarna er verið að hækka veiðigjöldin úr 10 í 20. En þú þarft alltaf að spyrja þig að í upphafi skal endinn skoða að hvaða áhrif mun þetta hafa bara á fjárfestingar, hvaða áhrif hefur þetta á einkaneyslu, hagvöxt og annað slíkt. Það sem getur gerst og ég ætla algjörlega að mótmála því að það sé ekki verið að hugsa hagsmuni almennings vegna þess að það eru hagsmunir almennings að það sé hér hagvöxtur og það sé traust á milli stjórnvalda, atvinnulífs og almennings. Ef hagvöxtur minnkar þá getur vel verið að það verði mun erfiðara að greiða niður skuldir, lækka vexti og að verðbólgan, þú veist, þannig að það er þessi stóra mynd sem það er alveg skiljanlegt, ég meina pólitískt að nýta þennan glugga, alveg eins og Gunnar Smári er að segja, er gott fyrir ríkisstjórnina og þið sjá við ríkisstjórnin, samfylkingin er að mælast mjög vel, það ríkir mikið traust greinilega til forsætisráðherrans, þannig að ef við lítum á pólitíkina þá ætla ég bara að vera stjórnmálaskýrandi og segja þetta kemur vel út fyrir þessa ríkisstjórn. En á móti kemur að það kann að vera út af þessari óvissu sem ríkir á alþjóðamörkuðum að fólk fara að halda að sér höndum. Við erum líka með eitt hæstu raunvexti í heimi og það sem ég held að sé líka svolítið að gerast er að við sjáum að það er að hægjast á öllu hagkerfinu þannig að það kann að vera þetta stríð sem ríkisstjórnin fer í sem er mjög vinsælt hjá almenningi af því að það sér mikinn arð í greininni að það skaði hana til lengri tíma. Ég held að þetta gæti gerst en við bara, tíminn mun leiða það. Það er skaðinn sem að verður kannski við ríkisstjórnina því að það er massum bendið til þess að verðbólgan er bara ekkert að gefa eftir. Það vextir sig ekki fara niður. Stóra sleggjan hennar Kristrúnar sem hún mun afhjúpast og hún er bara að nota sama, þarna var ekki eitthvað svona smá meitill sem er svona pínulítill. Og ég held að ég held að þetta geti verið að raungerast og það er svo við höfum aldrei séð alþjóðahagkerfið í jafn mikilli óvissu og hvernig það er verið að stýra því með forseta Bandaríkjanna þar fremstan í flokki að ég held að hægist bara á öllu og að við séum með verðbólgu og það er martröði Mér varst líka svolítið fróðlegt þegar þessir tollaspriklans Trump kom þarna sem var náttúrulega alveg stórfurðuleg sena öll sem þá einmitt vöknuðu áhyggjur af áhrif þess á útgerðina og það virðist allir hafa verið að taka undir það er því mikið högg fyrir útgerðina en það einhvern veginn er ekkert mál að taka 10 milljarða hækkun í veiðigjöldunum. Ég held að hvort þeir geti þetta, það er ein umræða, hvort það hafi áhrif held ég að sé alveg önnur og ég held þetta, við erum að heyra sveitafélög út á landi stíga fram og aðalega út á landi sem eru nú ekki, held ég neina fígúrur í auglýsingu SFS, heldur bara fólk sem er að reka sveitafélög og fleira lýsa miklum áhyggjum af þessu. Þess að fólk úr viðreist er að því. Ríkisstjórnin mætti þeim þeirri gagnrýni og breytti En ég ætla bara að fá að klára eitt áskil. Mér finnst þetta líka svolítið þarna erum við að tala þetta er kannski má einmitt gróft sett úr 10 í 20 milljarðar. Það þú ert nú stundum að tala hvernig ásýnd Íslands er út af við og fjárfestarnir erlendu sem þú tala mikið við og svona. Þú hlýtur að vera sammála það. Þetta er heldur ekki eitthvað sérstaklega heppilegt að fá þetta bara svona.
Nei, en á móti kemur rökin sem sögð, það mun draga úr fjárfestingu útgerðina. Sko, vandinn hér á landi er að útgerðin hefur grætt svo mikið, hún er búin að fjárfesta svo mikið í fákeppnismörkuðunum hérna að orðið sko bæði í hvora öðrum, þannig að það þarf að skilgreina skilda aðila, þú veist, og finna út úr því fyrir dómi, hvað má þar, þú veist, gömulsaga á hruninu, er faðir og sonur skildur aðila ekki, þú veist, fyrir venjulegt fólk, þá er þetta bara, sko, rugl og þegar það sér sko bæði hagnaðinn og hvað útgerðin er búin að vera fjárfesta almennt og eignast í íslensku samfélagi, fólki blöskrar þetta. Þú veist, þess vegna er 10 milljarðar viðbótarskattur ekki svo mikill ef maður lítur á stóru heildarmyndina. Ég sammála Lilju með alla varúðarfaktorana utan á heimi. Ég er búin að skrifa greinar í heimildin tollana frá Trump og árásin á réttaríki núna á föstudaginn sko, og óvissan í heimshagkerfinu sem gerir það að verkum að það er rosalega mikilvægt að við séum sko, með ríkissjóðinn rekinn á eðlilegan hátt og þetta er ekki í mínus og hann var ekkert mikill mínusinn hér í síðustu ríki, hann var 1%, Trump er að reka með sko 6% mínus en að sko, þú veist, það hótanir útgerðarinnar í að draga úr, þú veist, á blessu litlu sveitafélögin þar sem þau eru svo stórir aðilar, þú veist, að ég meina að það ríkisstjórn verður að sko vega og meta það og mér finnst þetta hálf sko dónalegt eða freklegt eins og kemur fram í þessum auglýsingum og fólk sá í gegnum sko, þið fáið hérna aðganginn að fiskinum sem vegna hérna loftslagsbreytinga getur verið að fara að minnka, vegna alþjóðlegra samþykta getur verið að fara að breyta hvað megi, þú veist, og þá verði einhver kvóti minna virði að því að það komi alþjóðlegt bann ef við ætlum að fylgja alþjóðlegum stöðlum og reglum og svona að sko og þetta snýra sama vandanum við vorum að tala um í byrjun þegar að aðilar verða of stórir hvort sem það eru bankar eða eigendur banka eða fyrrum eigendur banka eða einhverjir eigendur kvóta að þegar þeir verða svo stórir og græða svo mikið í samfélaginu og þeir eru skatlaði svo lítið að þeir hérna sko ráðar ríkjum, ráða bara lögum og lofum í annarkvort litlum sveitafélögum eða bara ríkinu öllu í lögreglundum þá er samfélag Reka eigið stasi til að fylgjast með fólki þá afhjúpast í raun og veru hversu mikilvægt það er að reka samfélag út frá réttaríki eðlilegri skattlagningu að því að ríkissjóðurinn verður að ganga upp og það er ekki búið að vera síðustu ár og að því ég var í fjármálaráðinu og það verður að gera annarkvort með því að skera út gjöld eða auka tekjur. Það hafa nú líka verið dunið á okkur hamfarir sem kannski skýra það nú meira en einhver skattlagningarprósenta en sko ég held að mig heldur ekki líta fram með því sko að það er dálítið talað alltaf undirliggjandi þessu umræða að sjávarútvegurinn þetta sé gefins aðgangurinn, þetta sé ekki neitt sem hann að borga, ekki neitt sem hann að gefa tilbaka en sko við megum ekki gleyma því að veiðigjöldin eru þó það sem þau eru, þessi 10 milljarðar segjum, þetta getur þau breyst en hérna og sjávarútvegurinn er líka sko eina í raun og atvinnugrein sem er með sérstök svona auðlindagjöld. Þú veist, þetta er ekki... Skatturinn er í ferðaþjónustunni. Já, hann er náttúrulega... Ekki bara allt svo lítill. Allt öðruvísi, sko. Og ferðaþjónustan náttúrulega er líka ílara vaskþrepi og fleira. Ég seti auðvitað gjöld á sandana á Suðurlandi og vindinn og Já, ég vil bara segja, sko, þetta er einhver spurning sem mætti kannski taka líka heildstætt. Ég meina, ef ég hef aðgang að einhverju gullfallegu lóni upp á landi og get fara að græða fullt af peninga og sigla með ferðamenn þar, bara sem dæmi. Ég meina, er ég ekki að lifa einhvern veginn, er ég ekki að njóta eitthvað sem að landið er að gefa mér sko. Menni við erum auðlindadrifið hagkerfi. Allur business er í einhverjum skilningi að fámenn þjóð í stóru landi með miklar auðlindir og stóra lögsögu. Mér finnst eðlilegt að þessi hluti af svona verkefnum stjórnmálanna að ræða það hvernig við ætlum að hafa tekjur af þessum eignum okkar. Já, heldur betur og það er náttúrulega verið, en ég er að segja sko, mér ekki gleyma að þú veist, það er ekki eins og þetta sé, þú veist, það er aðgangum nú þegar sko og svo er þetta líka mikil fjárfesting í grinni sem skiptir máli og það er hún jókst eftir að veiðigjöldin voru sett á.
allir þessi tógara með perustefnin, þetta allt meira meina keypt eftir að LIU eða SÍ hafðu lýst í yfir að ef það ekki mannskapurinn borgar 10. Það engin að handmæla því, það hefur gengið mjög vel í sjávarútvegi, en það þarf ekki að fara rosalega langt aftur til að finna ár það sem gekk ekki vel. Víða í heiminn í kringum okkur er sjávarútvegur ekki atvinnugrein sem að búa til verðmæti eða tekjur. Og betur mikil verðmæti í Noregi, þar sem er svona öðruvísi sjávarútvegsstefna, þannig að svona arðurinn af auðlindinni hríslast eftir bæjarfélögunum eftir sjávarströndinni, og það rangt sem að SFS er að halda þetta fram og þingmenn endurtaka í ræðupúlti að sjávarútvegur í Noregi sé eitthvað ríkistyrkur, þetta er bara kjaftaði. Þeir eru með eitthvað svona einn úreldingarsjóð sem að vegur eiginlega ekki neitt, sem snýst svona öryggismál sjómanna og annað slíkt. En það þegar maður ferðast upp eftir strönd Noregs, þá sér maður svona blómlegar sjávarbyggðir, eins og kannski, þú veist, Akranes ætti að vera eða Þingeyri ætti að vera, meðal annars vegna þess að þeir gæta þess að arðurinn af auðlindunum hríslast út í sveitafélögin, að þau koma inn með launum fólksins, að þar eru þar er ekki þessi hætt á því að allt í einu bara ákveð eitthvað kalla að selja kvótan frá byggðarlaginu, af því að hann heldur að sé betra að kaupa blokkir í Berlín eins og raunverulegt dæmi á Íslandi. Þannig að þú veist, þessi samanburður, ég held að við ættum að fara í þennan samanburð. Og sko, það var viðtal í vísbendingu við nýsköpunar, íslenska stjórnanda og nýsköpunar miðstöð Noregs, sem var á aquaculture sviðinu, þar sem að þeir styrkja ekki með opinberu fé sko beint til stórútgerðarfyrirtækjanna, eins og hér, það eru sko alveg fyrir litla nýsköpunar aðila á Íslandi að sjá hve mikið af nýsköpunarpeningunum fer til stóru fyrirtækjana, bæði Össur og Marel, en líka bara endun í einhverja bræðslófna eða Tesla fyrir forstjórna eða eitthvað. Krakkar, við erum búin að slá met, sko, við erum búin að vera inn í 100 mínútur. Já, Össur. Og við erum ekki komin að ríkisfjármálum, þetta snýst þau. Ásgeir er tilbúin að sitja hans lengur. Nei, verðum að stoppa, hætta núna, er það ekki? Bara benda á mikilvægan punkt frá Lilju, svo þetta kom ekki út sem eins mikið rifrildi í síðustu vísbendingu. Það ef að hagvöxturinn fer niður með svona rosalega háa raunvexti, að þá erum við á leiðin í mjög slæma stöðum með ríkissjóðinn. Það er bara mjög hagfræðilegt helvíti. Samdráttur og hagfræðilegu helvíti. Það er ekki gott að gera það. Ásgeir Brynjar, Árni og Lilja, þakka fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og að venju sitjum við eftir bræðurnir, komið til augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.